Komið sælir hlustendur góðir. Torfkirkja, Birkisafi, umhverfi og vellíðan og grágrýtishæðir til umfjöllunar hjá okkur í dag. Undanfarin 2 ár þá hafa samtökin umhverfi og vellíðan unnið að rannsókn á áhrifum umhverfis á líðan sjúklinga. Og þessi vinna hefur farið fram á biðstofum, dag- og göngudeildar, krabbameinslækninga á Landspítalanum við Hringbraut og rannsóknin hefur verið gerð í samvinnu við spítalann. Og þarna var verið að kanna til dæmis áhrif vegglitar og gróðurs á líðan krabbameinssjúklinga sem voru í meðferð. Umhverfi okkar, það hefur áhrif á okkur, kannski meira heldur en okkur grunar. Fólk leitar jú út í náttúruna, það er kannski ekki alltaf að hugsa af hverju, en það að leita einhverjum áhrifum. Páll Líndal, þú ert í doktorsnámi í umhverfis sálarfræði og þar ertu með að skoða þessi áhrif umhverfisins á okkur fólkið og þá ertu ekki bara að horfa á það að fara út í náttúruna, þú ert líka að hugsa bara hvernig við innrættum inn í okkur og hvort við getum kannski fært eitthvað af náttúrunni inn til okkar, er það ekki rétt? Jú, umhverfis sálfræði tekur til bæði til náttúrunar áhrifa hennar á okkur mannfólkið, en það er líka hægt að líta á því í minni skölum eins og það, hvernig fólk innréttar hjá sér og slíkt og raunin allt þar á milli. Og þið hafið meira sér að stofna með ykkur samtökur, það ekki, fólk sem hafið áhuga fyrir þessu að bæta umhverfið úti og inni? Jú, það voru stofnuð núna, það eru rúm 2 ár síðan ég og í samstarfi við Auði Ottesen, eða við kostum á milli okkar hugmyndum stofnun samtaka sem heita umhverfi og vellíðan og voru stofnuð í mars árið 2009 og það eru opin hverjum sem hefur áhuga á þessum samskiptum og við höfum þessu samspili umhverfis og fólks og við höfum fengið bara góð viðbrögð við þessum samtökum og það hefur ýmislegt farið fram á vegu þessara samtaka á þessum 2 árum. Og það sem er svona stærsta verkefni sem við höfum tekið á okkur er rannsókn sem gerðum á biðstofu dag- og göngudeildar krabbameinslækninga á Landspítalanum við Hringbraut. En þar gerðum við breytingar á umhverfi biðstofunar. Þannig að við bættum inn gróðri og við breyttum vegglit í því skyni að auka jákvæð áhrif umhverfisins á þá sjúklinga sem að leita meðferðar innan þessara deildar. Og gerðu þá einhverja athugun á því hvernig fólkinu líkaði biðstofan fyrir og eftir og auðvitað hafið náttúrulega þurft að vinna með starfsfólkinu á deildinni. Það var heilmikið samstarf og Auður Ottesen sem er formaður samtakanna umhverfis og vellíðan, hún var í broddi fylkingar við að afla þessu verkefni stuðnings innan stofnunarinnar og fekk alveg ofsalega góð viðbrögð við þessu. Þannig að við kýldum bara á það að við kerðum rannsókn núna það var mánaðamótin janúar, febrúar á þessu ári og erum komið með niðurstöðu núna. Og segðu okkur frá þeirri rannsókn svona. Já, rannsóknin miðast að því að setja inn gróður og breyta vegglit á þessari biðstofu. Þetta útgangspunkturinn er það að þetta er vísindalega rannsókn, þannig að allt það sem við gerðum innan þessari biðstofu, allar breytingar, þær byggðust á vísindalegum grunni og það er mjög mikilvægt í þessu samhengi að sá punktur komið fram, að þetta hefur ekkert með smekk okkar að gera, þannig til þess að gera heldur er þetta byggt á áralöngum rannsóknum það að þessi tilteknu inngrip eða þessi tiltekni litur og plöntur að þær hafi jákvæð áhrif á fólk og sé til þess fallið að auka jákvæð áhrif umhverfisins. Og hvaða litur var það sem var þarna valin? Við völdum í þessu tilviki jarðarlit. En jarðarlitir eða svona náttúrulegi litir, ef við getum sagt það er hefur verið sýnt vegna þess að náttúran hefur gríðarlega góð áhrif á okkur og þá hefur verið sýnt fram á að jarðarlitir eru til þess fallnir að stuðla jákvæðum. Þeir einhvern veginn virðast gefa einhverja vísun til náttúrunar
En saman hvort þau eru dökkir eða ljósir, þannig að mann finnst hljóti vera drungalegt eða dökkbrúnlitur eða eitthvað. Já, það er ekki náttúrulega sama, það verður náttúrulega, og þar kannski kemur það náttúrulega einhvern smá mat inn í, að sjálfsögðu inn í valið, og Rut Káradóttir var innanhús arkitekt, hún var partur af þessu teymi sem var að vinna þessari rannsókn, að hún sá sem sagt að innan ákveðins ramma, að þá varð ákveðin litur valinn, við vorum bundin af sko því umhverfi sem er raunin svolítið fyrir í þessari biðstofu, þannig að það er gólfdúkur í tilteknu lit, það eru hurðir í teknu lit, það eru gardínur og það er svona eitt og annað sem er, þannig að það þurfti að taka mið af því, og þá er náttúrulega sérfræði þekking Rutar náttúrulega alveg frábær. Þannig að úrvarð sem sagt svona ljósbrún litur sem var notaður, og niðurstöðu sýndu að hafði jákvæð áhrif. Já, þannig að töluðu við fólk áður en breytingi fór fram og eftir hún hefði verið gerð? Já, við gerðum það, þannig við vorum í rauninni með 4 aðstæður, þar sem við vorum fyrst með bara upphaflegar aðstæður, bara eins og biðstofan hefur verið árabil eftir því sem ég skilst. Svo bættu við inn gróðri inn í þær aðstæður, svo breyttu við veglitnum og fjarlægum gróðurinn, og svo bættu við gróðurinn með aftur, þannig að við höfðum þessar 4 aðstæður til að bera saman. Og vildi fólk hafa bæði gróður og veglit? Athyglisverð sem kemur fram í þessu er að það er kynjamunur. Það er kallar, þetta hefði engin áhrif á kalla, en konur, þá voru bestu aðstæðuna sem þær gátu kosið voru einmitt brúnn veglitur og gróður, þannig að þetta virkaði eins og við vonuðust eftir, eða eins og við bjuggumst við. Rannsóknir hafa sýnt að þær hafa svona verið að gefa til vísbendingu það að það sé kynjamunur, það sé munur á milli kynja, hvernig við skynjum þetta, og þarna kom hann fram. Þannig að það er mjög athyglisvert í sjálfu sér. Og þetta skýrir kannski af hverju það er oft svona meira krútlegt heima hjá konum heldur körlum sem búa ein. Já, það geti alveg gert það. Alveg vissulega, það geti gert það. En var þeim bara alveg sama þó það veri hvítir veggir og allt sterilt eða blóm inni? Skiptaði einhver máli fyrir það? Sko, í þessu þá verður maður alltaf að horfa til, það er marktækur munur, það er bara þetta svona tæknifrasi sem maður fer alltaf í, þannig að það er bara tölfræðilega og marktækur munur sem maður reiknar. Við fengum að sjálfsögðu breytileika, en hann reyndist ekki marktækur, þannig að við getum rauninni ekki sagt annað að þetta hafði engin áhrif. En var þetta stór hópur sem þið gáttu kanna þetta á? Við vorum með tæplega 120 einstaklingar. Já. Og kynja skiptingin? Við gátum í sjálfsögðu ekki stjórna því svo mikið, því að við þetta miðaðist bara við það að þeir sjúklingar sem áttu bókaðan tíma á tilteknum degi, að þeir upplöðu þá þær aðstæður sem voru hverju sinni, en kynja hlutfallið var svolítið skekkt, þannig að það voru fleiri konur sem tóku þátt heldur en kallar. Var það fleira sem við könnuðu varðandi biðstofur úr því að vorum byrjað að spyrja fólk? Við könnuðum líka, það var svona hliðarverkefni í þessu, og það var reyndar svona áhugaverð spurning hvort það væri einhver munur á því hvernig fólk skynjun fólks á umhverfinu eftir í hvar það sæti í biðstofunni, og það eru fyrir hendi í þessari biðstofu, það eru 3 raðir af stólum, og það er þannig að það er sem sagt að 2 raðir snúa andspænis hvor annari, þannig að fólk horfir, eða situr þá í öðru hvoru með, það situr sem sagt og horfir, er þá með einhvern einstakling að beint á móti sér. Sem það væntanlega þekkir ekki neitt. Og við erum náttúrulega að tala þarna þetta er náttúrulega mjög erfiðar aðstöður sem í svona biðstofu, þarna er sem sagt fólk að koma til að því það er að kljást við alvarleg veikindi, og það sem kom fram, og þetta var svona bara með því að rannsakendur sem voru á staðnum og voru að safna gögnum, þeir horfðu á og skráðu niður hvar fólk settist meðan það var að bíða. Og það athyglisverða var að röðin, miðröðin, ef maður getur sagt þess, röðin þar sem að fólk sem satt andspænis, röð sem var ekki
sem það var ekki veggur í bakið, heldur bara önnur stólaröð í bakið, að það settist enginn þar. Þannig að ekki nema, það voru 4 einstaklingar af 120 og þeir sátu bara þarna vegna þess að það var ekkert annað sæti mögulegt. Þannig að þetta var svona mjög athyglisvert hvernig hluti af rýminu og hluti af þeirri, hvað getur sagt, svona þeirri þjónustu sem í boði, hún bara ekki nýtt. Og leiti þetta til að sætaskipan var breytt eða stendur það til? Það eru hugmyndir það, hvernig við getum sko, já, hvernig getum við haft áhrif á þetta. Þannig að það er svona eftir, þetta er niðurstöður sem eru komna fram, við erum að hugsa núna næstu skref, hvað getum við gert, en þetta er rauninni ítrekar það svolítið vel, hvað þessi sálarfræði, hvað þau eru mikilvægt, því að við erum með einhver, eins og þannig í þessu tilfelli, þannig verið að raða stólum og það er gert eftir, þannig verið að skapa eins góðar aðstæður og mögulega er hægt. Þeir eru að skapa aðstæður eins vel og þeir viti ekki betur. Já, akkurat, þeir viti ekki betur og þarna kemur í ljós svart og hvítu með því að kanna bara einfallega atferli og hegðun fólks og það ekki að virka og það sýnir aftur hvað í rauninni vitneskjan, þessi sálfræðilega þekking skiptir óbáslega miklu máli til þess að við séum með umhverfi sem að virka fyrir fólk. Því við höldum kannski oft að þetta sé allt í lagi en svo þegar það er farið að rýna nánar í það þá ákveðnir hlutar sem ekki að virka. Já, þetta er mjög spennandi og mér heyrist að starfsfólkið hafi og sé mjög áhugasamt þetta verkefni. Já, það er mjög mikill áhugi fyrir þessu og það var bara virkilega gaman að við fórum á fund og vorum að kynna þetta og það var virkilega góðar undirtektir. Það verður spennandi að heyra af framhaldinu, ætlið að taka fyrir fleiri biðstofur. Þetta er náttúrulega bara ein biðstofa mörgum. Þetta er bara ein biðstofa, við náðum árangri, það er mjög mikilvægt að koma fram. Við náðum árangri, en árangurinn er samt langt frá því að vera í rauninni nægilega góður. Við lyftum biðstofunum upp úr því að vera í bara mjög lágum klassa, upp í næsta klassa fyrir ofan en það eru margir klassar ennþá þar fyrir ofan Heyrðu, en þetta var mjög spennandi og þakka þér kærlega fyrir að segja okkur frá þessu, Páll Líndal. Takk fyrir.